Það sé veldi, rólegt á lögguðu rúndinum? Já, það rólegra. Rólegra, já. En það verður færri svona á ferli heldur en voru fyrir COVID. Já. Hvernig þetta birtast ykkur svona bara almennt allt rólegra eða? Já, svona, já, það má vel að segja að það sé svona allt rólegra, en svona þau verkin sem við erum að fást við, þau eru færri kannski, en þau eru tímafrekari. Hvernig þá? Alltaf bara við hugum alltaf núna bara að við erum alltaf með varan á okkur gagnvart mögulegu smiti. Menn fara mjög varlega í þessi verkefni sem við erum að fást við. Fjarskiptamiðstöðin lætur okkur yfirleitt vita ef það mögulegt smit á þeim stað sem við erum að fara á. Ef þeir vita af því þar að segja. En kannski svona okkar, hvað var maður að segja, okkar góðkunningjar, þeir eru kannski ekki alltaf að þeir sem að fara til læknis kannski út af einhverjum fræðsöðingjunum. Þannig að við erum alltaf með varan á okkur þegar við erum að eiga við svona þessa góðkunningja. Já. Þannig að þeir, eins og segi, þeir fara kannski ekki til læknis ef þeir verða slappir. Nei. Eru þið að díla við í rauninni allt önnur mál kannski núna, þú veist, það er minna vesen. Það er öðruvísi vesen. Já. Já, það er öðruvísi vesen. Þannig að það er bólokvöldum skemmtistöðum. Það er svona minna vesen á þessum föstudags- og laugardagskvöldum heldur en var, en móti kemur kannski að vesen er svona færast líka bara meira yfir á virka daga. Þetta er náttúrulega mikið vaktavinnu fólk sem býr hér og vaktavinnu svæði náttúrulega mikið í Suðurnesjum. Margir sem eru í frí á virkum dögum og vandamál eru kannski svolítið að færast líka inn á heimilin. Heimilisofbeldismálum hefur fjölgað svolítið hjá okkur. Það er hlutur sem við höfum áhyggjur af og svona kannski næstu vikur má búast við aukningu í þeim málaflokki að vandræðin fara meira heim. Er það áfengisneysla eða eitthvað meira? Það er bæði og sko, já, það er raun og veru bara allt. Það er áfengisneysla og vímuefnanotkun og jafnvel líka bara engin vímuefnanotkun eða neitt slíkt. Þetta er bara Pirringur? Pirringur, já. Maður verður stundum alveg var við það. Fólk verður svona erfiðar í skapinu eftir kannski mikil samskipti, þannig já, maður verður var við þetta allt saman. Hvernig gerist það, þú veist? Er annar makinn eða einhver á heimilinu sem hringir í ykkur eða er það einhver bara sem að heyra læti eða hvernig gerist þetta? Það er bara allur gangur af því. Það eru bæði fólki hringir sjálft og svo ef þetta er í fjölbýlishúsum þá hringja oft íbúar á öðru hæð eða neðri hæð og tilkynna hávaða og þegar við komum þá kannski sjáum við að ef það hefur átt sér stað einhvers konar ofbeldi þá grípum við náttúrulega strax inn og köllum til bara náttúrulega félagsmálayfirvöld og barnavernd ef börn eru á heimilinu. Þetta geta jafnvel verið svona erfiðari mál? Já, þetta eru oft mjög þungt mál, sérstaklega ef það eru börn á heimilinu. Það er mjög oft svona erfiðari að díla við það. En myndirðu segja að þetta væri mikið þetta eða bara meira? Þetta er meira og bara sem dæmi á síðustu næturvaktartörn í okkur þá fengum við 3 heimilisofbeldismál á 12 tíma vakt og þar af 1 sem er mjög alvarlegt. Þannig að þetta er og eftir svoleiðis vaktartörn sem við erum að fara inn á 3 heimili þá þetta tekur á sko. Já. Já, börn í spilinu og það allt fram til götunum. Já, þetta tekur á. Þannig að
hvað getur við sagt þannig að það minna að gera í svona hefðbundnum málum sem voru fyrir COVID getur við sagt og því ekki að stoppa marga fyrir að fara nakstur eða það miklu minni umferð kannski bæði? Já, það miklu minni umferð og við náttúrulega erum að hafa skipta ökumönnum alla daga og það stoppar svo sem ekkert og við höldum alltaf áfram að grípa þar inn. Við náttúrulega, eins og ég segi, þú veist, verkefnin okkar orðin tímafrekari. Við erum til dæmis í farangurskeyslun á bílum við með búnað sem við höfum aldrei verið með áður og það tímafrekt að klæða sig í þennan galla. En svona varnarbúnað sem við notum ef við erum að fara inn á staði eða heimili þar sem grunnleikurinn smitt. Yfirleitt erum við nú með þennan varnarbúnað sem við förum að nota dagstæðlega svona helst. En þessa dagana þá erum við með hlífðagalla bara vegna COVID-mála. Við erum með svuntur, gleraugu, hanska, fullt af spritti og þetta svona það sem við erum svona mest að ágjör af í dag. Það þetta smitt. Hvernig eru þið svona, hvað ég að segja, fílingur í starfinu núna? Finnst þér þetta erfiðara heldur en fyrir COVID? Þetta náttúrulega svolítið öðruvísi? Þetta allt öðruvísi. Nei, þetta ekkert erfiðara. Þetta öðruvísi starf einhvern veginn. Það hefur breyst svona út af þessu. En eins og ég segi, við erum bara í ákvæðið og við förum rosalega varlega í þessu öllu. Við erum búin að vera alveg ótrúlega heppin hjá okkur með smitt. Ég held að það séu innan við ætla að sé ekki svona cirka 5 lögreglumenn sem hafa farið í svona biðsóttkví eins og að kalla. Við höfum ekki mist neitt í smitt. Ég held ég get alveg fullyrt það. Þannig að þið hefur ekkert þurft að vera með einhverjar ráðstafanir neitt út af því? Skipta ykkur eitthvað meira eða eitthvað? Sko, við fórum strax í það embættið að skipta niður öllum stöðum. Og við erum nú verið bjöggum... Ótrúlegt, það flugvél? Já, það flugvél sem truflar okkur. Já. Það cargo. Nei. Maður bara lítur orðið við þegar maður sér flugvél koma. Við byrjuðum á því bara strax að embættið greip mjög fljótt inn í þegar við svona áttum okkur á í hvað stendi. Skiptum til dæmis eins og Hringbrautinni þar sem ég þar eru 4 vaktir og við raun og verum að segja að þetta sé í dag bara 4 vinnustæðar. Þannig að við skiptum þessu strax upp bara í einingar og menn koma sér sjálfur til vinnu. Við vorum alltaf sótt. Nú koma þessi bara sjálfur í vinnu og við hittumst aldrei á vaktirnar. Það eru bara við aðalvagstjórarnir sem hittumst og komum skilaboðum á milli vakta, hinn fara svo bara út. Önnur vaktin kemur inn sem sagt á suðurhliðinni má segja og hinn fara út á norðurhliðinni, þannig að menn hittast ekkert. Rannsóknardeildin búin að skipta sér upp líka og hlutstöðardeildin búin að skipta sér upp. Þannig ekkert svona... Engin samgangur á milli. Ekkert mikið spjall á kaffistofunni á milli? Nei, ekkert spjall. Mitt eins og ég sagði daginn, mjög gott að losna mitt þetta spjall við summa, sko. En nei, hann bara ekki hann að setja Nei, það verður rosalega gaman þegar að þetta tekur enda að geta svona farið að hitta vinnufélagann aftur almennilega og taka einmitt þetta spjall á kaffistofunni og rugla aðeins í þeim. Það er nauðsynlegt. Það er alltaf flestir sem sakna svona ákveðna samveru við vinnufélaga sem er búin að vera mjög takmarkuð í það. Já, þetta er bara eins og maður tekur í spaðan á fólki að gerði alla daga en ég hef ekki tekið hendina á manni núna í marga vikur. Mér finnst það bara alveg skelfilegt. Heldur þetta muni breytast eftir COVID? Já, örugglega sko. Einhvern hátt. Já. En eins og ég segi, það verður æðislegt að geta allavega að knúsa svona vissa þetta. Já. En við erum að horfa á flugstöðuna sem við sjáum sjaldan svona marga stálfugla fyrir utan. Já. En hvað með félaga þína ykkar þar? Nú eru alveg tugir lögreglumanna þarna. Já. Og er eitthvað að gera hjá þeim? Ekki frekar en fyrir daginn. Nei. Það er nóg að gera hjá þeim og þarna eru, eins og ég segir líka, 4 vinnustæðir raun og verum að segja, þetta eru 4 vaktir og það er sama hjá okkur, bara menn hittast ekki. Það er, minna að gera en þeir eru duglegir að koma á og vera á ferðinni svona með okkur niður frá en þeir koma ekkert inn á stöðina. Svo náttúrulega eru þeir bara með mál sem þeir þurfa að sinna.
við náttúrulega erum með alls konar áætlanir í gangi, flugslýsáætlun og viðbragðsáætlun í gangi sem við þurfum að klára að grípa inn í hvernig sem er. Þannig að svo náttúrulega eru einkaflug og það eru kargóflug og það er starfsemi í gangi, klálega. Klálega, fullt starfsemi tengdri flugstöðinni. Já. Þetta er skrítið. Já, þetta er rosalega skrítið því að við erum svo mikil trafík í kringum flugið og hérna sjá allar þessar flugvélar hérna stopp fyrir utan og tóma flugstöð og svona ofan á þetta allt saman að hérna svona þyngri verkefni og öðruvísi verkefni þá erum við náttúrulega líka í verða að koma svo að. Sauðárkrókur fjölskyldu. Þá erum við lögreglunni líka í kærabarni. Já. Við erum hérna samningslausir, búin að samningslausir við ríki í meira en ár. Og það er ekkert hlustað á okkur en eins og ég segi, við látum það engin áhrif á okkur. Hafa við bara höldum áfram. Og nú bara menn semji við okkur fyrir en seinna. Og maður spyr bara eins og Bjáni, hvernig má þetta vera? Ég svo sem bara, veistu, ég skil það ekki. Við erum með náttúrulega bara landssambandið okkar er búið að fara á fundi með samninganefnd ríkisins og þetta bara, við erum bara ekki virt viðlits. Það er bara staðreynd. Það er bara ekkert hlustað á það sem við erum að tala og það er búið að lofa okkur hinn á þessu síðustu ár sem að bara hefur ekki verið virt. Það er mjög fullt. Það er bara drullu fullt við því. En þið reynið að láta þetta ekki hafa áhrif á okkur, þannig að það er þó að sé þung undiralda. Nei, við erum bara fagmenn og vinnum þetta eins og við eigum að gera og eftir bestu getu og það er fullt. Já. Klárlega. Já. Klárlega. Hvað með önnur mál, svona, er þetta svona þá bara langa algengast? Ég meina, er meira ölvunarakstur, veistu að það er svona Þríeykið hafði áhyggjur á tímabili og fór að tala það væri grunur eða svona þau tilfinninguna væri meiri ölvun í gangi og jafnvel vímuefnanotkun og er eitthvað verða að vara við það í umferðinni? Nei, við erum ekki við að ekki varðið mikla aukningu á ölvunarakstur. Nei. En svo segi ég við erum á ferðinni allan sólarhringinn og erum að hafa afskipti af ökumönnum og ég hef ekki séð neina tölu sem benda til þess að ölvunarakstur hafi sem sagt að þeir hafi aukist í þessu. Annað sem hefur kannski komið svona eins og varðandi flugstöðina það er nánast ekkert flug. Mikið fíkniefni til dæmis, við erum að fá alltaf mikið af fíkniefnamálum í gegnum flugstöðinu og svo deildin okkar setti met á síðasta ári varðandi haldlagningu í samstarfi við tollinn og en það sem af þessu ári er sáralítið af innflutningsmálum komið upp og það er náttúrulega bara væntanlega vegna þess að við sjáum undan framar okkur það er flugvél eftir flugvél bara á flugleiðinu. En það hefur alltaf af og til sem að þið hefur verið að taka einhverja fyrir ræktun hérna á svæðinu. Já. Og hafið eitthvað meira það? Já. Það er meira það nú? Já. Við erum búin að vera að taka nokkra ræktanir núna síðan að þetta kom upp, kannabisræktanir. Svo náttúrulega staðan bara svo að hörð fíkniefni eru búin til á Íslandi líka. Þetta er ekki bara kannabis, það er amfetamín er framleitt á Íslandi og við svo sem gerum það sem við getum til þess að komast yfir það en það er eins og með svo margt hjá okkur að við myndum alveg þykja ekki fjármagn í þessa málaflokka. Já. Það er klart. Já. En aftur á móti líka eins og varðandi flugið að hælismálum þeim hefur snarfækkað. Náttúrulega kom mikið hælisleitendur til landsins þessa dagana. En þeir eru nokkri hérna? Já. Margir náttúrulega bara í úrræði sem að eftir að fá svör við sínum beiðnum. En
það hefur ekki komið hælisleitandi á stöðuna til okkar núna í margar vikur. En finnst þér eitthvað vera meiri vandræði hjá þeim en áður? Nei. Ekkert svoleiðis. Er þetta jafnvel bara meiri vandræði svona vesen á heimafólkinu? Já, heimafólkinu. Já, má alveg segja það sko. Má alveg segja það. Þetta náttúrulega sáralítið ferðamenn á svæðinu. En þetta aðalega heimafólki sem við erum að eiga við, sem það segir. Já. Það ekki oft sem maður sér flugstöðuna svona sem maður að sjá hana þessa dagana. Þetta ótrúlegt í rauninni. Já. En það eru bjartir tímar framöndan og við erum bara horfum bjartsýn fram á veginn og þetta tekur enda, það alveg klárt. Eru þið nógu margir þetta? Eru nógu margir lögreglumenn ef við tölum bara bæði fyrir COVID og maður veit náttúrulega ekki hvernig maður á að meta hlutina eftir COVID, en hvað með það? Við vorum að auglýsa núna í síðustu viku eftir 16 lögreglumenn, 12 eða 16 lögreglumenn, ég bara man ekki alveg hvort var. Þannig að svarið við þessu er náttúrulega bara nei. Já. Auglýsingin var birt núna á Starratorg bara í síðustu viku. Og við erum að vonast eftir því að fá bara sem flesta lærða lögreglumenn hingað. Náttúrulega nú er lögregluskólinn að útskrifa nemendur í júní, ég held maður eða júní. Og við vonumst bara eftir því að fá sem flesta af skólagengnum til þess að sækjum hjá okkur. Vonandi koma margir hingað vegna þess að, eins og ég segi, hér er bara frábært að vera, frábært að vinna. Hérna erum við með svo rosalega fjölbreytt starf að vera lögreglumaður á Suðurnesjum. Við erum með flugstöðina og við erum með fjölbreytt verkefni. Já, gríðarlega fjölbreytt verkefni og við erum með verkefni hér sem að eru nú verið lögreglumennir ekkert að glíma við annar staðar. Já. Þannig ég hef trú á því og hvet bara unga lögreglumenn sem eru að útskrifast núna að sækjum hjá okkur. Hvað með þessa breytingu á náminu? Hefurðu skoðun á því? Já. Búið að lengja námið? Já, komið á háskólastig og komið í háskólan á Akureyri í námi. Já. Það er bara hinu góða og eins og segi, þetta er svona útfærsluatriði, þetta svo sem hefði mátt fara þetta betur og fara að stað með þetta, en þetta er frábært nám. Bóklegt námi tekið gennum háskólan Akureyri og svo er menntasetur lögreglunnar í Reykjavík þar sem að verklega námi fer fram. Og við erum með hjá okkur núna nokkra aflýsingamenn sem eru í náminu og við erum með 3 sem eru útskrifast núna bara í vor. Og ég trúi því að þeir sækja allir hjá okkur inn á þessum stöðum sem vorum með auglýsum daginn og svo vonandi fáum við utanbæðarfólk líka. Og svo fyrir ég ekki hefur verið að tala að þetta mun fara rólega af stað og nýta þetta tækifæri bara líka til þess að lýsa yfir bara þakklæti til þríeykisins að þeir eru búin að standa sér frábærlega þarna. Bara bæði upplýsingagjöf til okkar bara sem íbúa í landinu og þeir eru búin að standa sér eins og hetjur þarna og fólk er greinilega að taka mikið mark á þeim og ber traust til þessa fólks. Og ég, sem svo segi, ég hlýði við því. Já. Og við eigum öll að gera það vegna þess að þau eru ekki náttúrulega bara þessi 3, þau eru með fullt af fræðimönnum þarna bak við sig sem eru að taka þessa ákvarðanir. En ég held að þetta fari rólega af stað og ég til dæmis, mér langaði rosalega að fara til útlanda svona fyrir jólin en ég held ég sleppi verði bara heima. Já, það heldur að verði lítið bara ferðalög hjá Íslendingum á þessu ári? Já, ég held það sko. Menn er ekkert spenntir að fara til Spánar eða Bretlands eða sem að Ég á að vera á tenni núna maður, ég átt að lenda þær bara í morgun. En ég fer bara næsta ári, ég er bara pollrólegur og ég þarf ekki að fara neitt í ári, ég verð bara hér. Hafið þið lent í einhverjum vandræðum með fólk svona sem að hefur ekki farið til að setja reglum eða eitthvað svona? Nei. Hafið þið þurft að díla við eitthvað, hafa einhvers veginn verið að hittast einhver partí eða eitthvað svona sem að
Já, sem að kannski ekki æskileg eða eitthvað slíkt. Já. Er búið að vera slíkt? Já, það búið að vera svolítið það og þetta náttúrulega, þú veist, þetta líka erfitt að eiga við þetta, þess að þetta gerðist einhvern veginn svo snöggt hjá okkur að þessi bara svona, það allir kippt í burt einhvern veginn frá okkur, bara 1 og 3. Þannig að maður skilur vel eins og ég á sjálfur 13 ára dreng sem er mikill íþróttálfur og bara allt í einu bretti, þá voru allar æfingartæknir af og nú farið að vora. Nú vilja allir krakkarnir skella sér út á fótboltavöll, í fótbolta og körfu sem náttúrulega frábært en við þurfum samt að virða þessa 2 metra, þú veist, það er ekki komið 4. maí og hvað sem gerir svo þetta 4. maí er að 2 metra reglan verður áfram allavega út í júní, skilst mér. Þannig að En hvernig er 13 ára peginn þinn að fatta, veist, að díla við þetta, getur við sett, svona, hvernig er hann að upplifa þetta? Hann er drullu fúll yfir því að komast ekki á æfingar, sko. Já. Svo segir þetta er fullt af krökkum núna í fótbolta og Já, fullt, þau eru ekki 20. Nei. En það er erfitt að virða þessa 2 metra reglu og við erum að fara á þessu sparkvöld og ræða við krakkana og láta þau vita svona bara hvað sé í gangi og svona. Og þau taka öll vel í þetta og vita þetta, það er búið að ræða þetta við heima og svona. Ég skil vel að það sé erfitt að eiga við þetta, sérstaklega sem krakki. Þau eru svolítið út á götu, eða svona úti við, finnst manni. Já, það er sko, eins og ég segi, það er þessi veira, þetta er eitthvað sem hefur slæm áhrif á margt, en ég vil nú meina það líka að við höfum haft gott að þessu marki. Það er svona, þú veist, við erum búin að hægja, ég held að við höfum verið að fara bara alltaf hratt, bara sem samfélag. Og þetta hægir aðeins á okkur. Förum að huga svona betur bara að sjálfum okkur og umhverfinu og núna er bara eins og maður segir, fólk er farið að fara út að labba miklu meira. Ég fer í mikið af göngutúrum með konunni á kvöldin þegar ég er í fríi og maður sér alltaf fullt af fólki út að labba. Já, fólk er mikið út að göngu. Rosalega mikið út á ferðinni, fólk og heilu fjölskyldunar sem er bara mjög gott og það er allir komnir með heimagymmaður og allir með backbröðsubekk í skúrnum og svona, þannig ég held að við höfum haft gott að þessu leyti. Það sé alveg nokkuð ljóst. En afleiðingarnar af þessu verða náttúrulega kannski slæmar svona efnahagslega séð, en eins og ég segi, það er ekki bara mótt við þetta. Mamma til dæmis, þú veist, hún er áttræð, ég hef ekki farið í heimsókn til hennar bara síðan það gerist. Það er alveg mörg dæmi slíkt að eldra fólki okkar hefur ekki verið að fá heimsóknir og annað. Það er ekki auðvelt fyrir þetta fólk. Margir einmanna, maka, búin að missa makan og mörg dæmi þetta er ekki auðvelt. Nei, þetta er ekki auðvelt og eins og ég segi, mamma, hún keyrir ekki og maður var alltaf að fara í búð fyrir hana við bræðurnir og svo núna sem krakki að gera dýraðat, sko, þegar maður er í búðina nú og kaupir fyrir mömmu og hendur þessu við hurðina hjá hann og dinglar og hleypir í burtu. Maður fyrir með matinn til nú, sko. En það eru sumir að hitta Já. Það er fólk er að hittast alveg klárlega, en ég bara tók þess ákvörðun bara sjálfur. Eins og ég segi, hún er áttara bara og hún er ekkert svo heilsu röstast að þú veist, þannig ef hún fengi þessa veiru þá væri það örugglega mjög erfitt fyrir hana, sko. Það býður bara ekki upp á það. Nei. Það verður eins og ég segi, frábært þegar þetta fer að slakna á þessu og maður getur farið að hitta fólkið sitt svona almennilega aftur. Það var reglulega að hitta vinina líka maður á sunnudögum í vöfflukaffi og eitthvað maður. Ég hef ekki fengið vöfflu síðan þetta byrjaði. Fara sem alveg fyrir vöfflur. Eina sem maður borða þess að dagana er 1-2 kleinurhringir á sunnudögum. Ég er einhver vöfflur á kaffistofunni, getið ekki skipt einn fyrir á bakar og einn næsti fyrir á næsir í vöfflu. Það er síðasta nætuvættin á morgun hjá okkur og svo tók mér í frí til að hendi vöfflur á morgun. Já.